Jæja. Nú erum við að fara að gera eitthvað spennandi. Því það er komið línur upp á skjáinn. Sko, við erum búin að vera að hinga til með eitthvað eitthvað fatt hérna. Þetta er eitthvað f af x og við höfum verið að heilda þetta og finna ákveðið heildi. Það er að segja við erum með eitthvað ákveðið bil hérna x-ásnum sem er oft táknað frá a upp í b. Og þetta svæði það finnum við með því að heilda frá a upp í b, fallið f af x með tilliti til x, dx. Þetta dx þýðir bara það að við erum að heilda með tilliti til breytunar x. Og þetta út úr þessu fáum við þetta. Þess að hérna erum við búin að heildafallið, það er stóra F, og við erum að setja gildið á B hérna inn í. Síðan kemur þessi mínus, kemur aftur stoppfallið og þá setjum við gildið á A inn. Þetta er að sama og segja, ef við segjum að þetta fall hérna sé bara X, eitthvað einfalt, þá er þetta eins og að við erum að fara frá svona, við erum að fara kannski frá 4 niður í 2. Þá er A 2, B væri 4. Þetta væri þá F af 4, stóra F af 4 mínus stóra F af 2. Þetta er líka að skrifa svona, sem maður er kannski vanur að sjá, að það er að taka þetta skref. Heilda þetta, setjum maður hálft x í öðru og sem heildunarmörkin hérna. Og sem setjum maður inn hálfur 4 í öðru öldi mínus hálfur 2 í öðru öldi. Og þetta erum við vön að gera. Þetta sem ég var að gera ekki láta rugla ykkur, þetta er svona hinn formlega leið til að skrifa þetta heildi. Ok, gaman. Höldum áfram, sko, segjum að við erum með eitthvað línurit og við erum með fall sem er svona. Við ætlum að heilda þessu bili, eða þessu gildi, niður í þetta gildi. Ef þau eru að heilda frá þessari tölu upp í þessa tölu, fyrir þetta fall f af x, að þá mun þetta heildi frá a og b, svona, þetta mun vera minna en 0. Útkoman þessu. Ástæðan fyrir því er sú að þetta er undir striki, þannig að þetta mun gefa þér mínustölu. Ef ég er að heilda yfir þetta bil, þá mun þetta vera stærri en 0. Ok, þannig að það gæti gerst að þið fá út mínustölu úr þessum heildum. Það gæti mér sem gerst að þið fáið 0. Til dæmis ef þið eru með línur sem er svona, þið eru kannski að heilda yfir svona bil, þá er möguleiki að útkoman þessu þegar heilda frá a upp í b, þá er möguleiki, þetta var b, þetta var a, möguleiki að þið fá út 0 hérna. Eina sem það segir er bara að svæðið sem er undir x-ásnum, það er jafn stórt og svæðið fyrir ofan x-ásinn. Ok, þetta er bara það sem er undir x-ásnum, það er mínustala, það sem er fyrir ofan x-ásinn, það er plústala. Ok, það sem ég langar sér núna að tala að það er varðandi að heilda milli tveggja falla. Það er að segja bilið á milli þeirra. Þannig að tökum til dæmis
segjum við erum með eitthvað svona fall og við erum með heildarmörkin frá A upp í B og með eitthvað svona að þá allt þetta hérna svæði það nei, ég ætla að gera þetta missa mig í litagliðin hérna aðeins allt þetta rauða svæði það frá B niður A f af x dx, ok, ekkert nýtt hérna. Segjum að við erum með annað fall sem einhvern veginn svona. Ok, og það sem ég vil gera, ég vil finna svæðið á milli þeirra. Ok, það að segja, ég vil finna þetta hérna svæði. Þetta fjólubláa svæði. Ok, þess að ég get gert þess að finna það, að ég get fundið þetta hérna bláa svæði og þetta verða pínu krót, afsakið það sem sagt að fjólublátt svæði það bara allt svæðið rauða mínus bláa svæðið sjá þetta, ef þið rýnið þessi í þessa mynd hérna fjólublátt að það bara það sem hérna uppi, það fjólublátt ok rautt nær yfir allt saman ok það hérna lína já bláa svæðið það bara hérna niðri þannig ef ég vil finna fjólubláa svæðið hérna þá get ég tekið bara rauða svæðið og dregið frá bláa svæðið þetta eins og segjum orð með kassa svona og hann hérna 100 á lengd allur og hérna eitthvað strik hérna á milli og ég segi að þetta sé 20 og ég spyr ykkur hvað þetta hérna langt og þá sjá ég að þetta bara ekkert annað en 100 mínus 20 þar sem þú ert að taka alla lengdina allt heila klappið og draga síðan frá þennan hérna bút það sama vorum að gera hérna við erum að taka allt heila klappið þar að segja rauða svæðið drögum frá bláa svæðið og þá erum við komin part hérna uppi ok þannig að flatamálið ef ég teikna upp nýja mynd þetta sé skýrara með rautt fall sem heitir f af x hérna b ok og ég með eitthvað gult fall hérna sem heitir g af x og segjum að ég vilji finna þetta hérna svæði þetta bláa svæði að þá það flatamálið sem á milli ferlana það að segja ég að heilda frá A til B mínus gula svæðið eða gula fallið og þetta að sama að skrifa f af x mínus g af x dx þannig við erum að taka þetta hérna efra fallið
Þetta er neðra fallið. Passið ykkur á því, ef þið eru með það gæti verið með svona tilfelli, að þetta fall myndi heita g af x, þetta heitir f af x, og því að finna flatarmál á milli þess að tveggja ferla, þá myndið þið gera g af x mínus f af x. Passa ykkur, það er alltaf fallið sem er fyrir ofan, það kemur fyrst. Síðan kemur fallið sem er fyrir neðan, það kemur í lokin. Þannig að hérna erum við að covera það sem er í lotunni og tekið hérna með í þessum sýndæmum. Nú, það sem þurfa að gera síðan, þeir eru að finna flatarmál milli tveggja ferla, og þá getur verið að þið þurfum að nota GeoGebru til þess að finna heildunarmörkin. Ég fyrir aftur hérna í þarna, segjum ég veit ekki ég er ekki með ákveðin heildunarmörk gefin, ég er bara með eitthvað svona, ég ætla að finna þetta hérna flatarmál. Ok, þá er ég að gera þetta fínt. Þá að ég ætla að gera ég þarf að vita þannig hérna punkt, þetta er mitt A og þetta er mitt B. Og sem ég þarf að gera er ég þarf að setja þetta inn í GeoGebru til þess að finna skurðpunktinn eða til að sjá hann. Og þá veit ég hvað ég var að heilda yfir. Þá er ég með þetta er kannski f af x og þetta er g af x. Spáðu núna hvort á að koma undan, hvort á f af x eða g af x að koma. Það er alltaf fyrst línan sem er fyrir ofan. Og þetta er f af x. Síðan kemur línan sem er fyrir neðan. Það er í þessu tilfelli g af x. Sem heildi frá A upp í B. Þá getur þú fundið þetta tiltekna svæði. Herri, sem þetta gott.